ef við gefum okkur að bótasvik á Íslandi séu svipuð í Danmörku, að þá nemur það 2 til 3,4 milljörðum á árinu 2011. Þessi skýrsla KMD, hún byggist á skoðanakönnun. Skoðanakönnun meðal starfsmanna sveitarfélaganna og almennings, sem er bara mjög óvönduð aðferðafræði að byggja áætlun á umfangi bótasvika bara á skoðanakönnun en ekki á raungögnum í raun og veru. Þáverandi félagsmálaráðherra vísaði sérstaklega til niðurstöðu Ríkisendurskoðunar þegar lagasetningin var gagnrýnd og tók sem dæmi að fyrir þá rúmu 3 milljarða króna sem töpuðust með bótasvikum árlega mætti fjármagna 7 starfandi framhaldsskóla í heilt ár. Þegar að þessar eftirlitsheimildir eru komnar á og það er ljóst að það hefur voðalega lítið orðið af heimtum og líklegast var þetta allt saman ofmat, þarf þá ekki einfaldlega bara að biðja hann hópa afsökunar? Ég held að það sé mjög mikilvægt að það sé ekki einstaklingar sem að skemma fyrir öllum öðrum lífeyrisþegum. Hér var áherslan á það að tryggja réttar greiðslur til lífeyrisþega. Það eru gífurleg fjármunir og það var áherslan sem kom fram í skýrslu Ríkisendurskoðunar. Gífurleg fjármunir sem fara í gegnum Tryggingastofnun. Matið hjá ráðuneytinu það hvort að við eigum að bregðast bara við þegar ræða 100 milljónir eða 1 milljarður sem getur það kannski orðið 10 milljarðar þá yfir heilt ár. Það er kannski erfitt að segja hvenær eigum við að tryggja það að greiðslur sé réttar. Áhersla hjá mér hefur alltaf verið sú að greiðslur eigi að vera réttar og að við höldum áfram að gera betur við þennan viðkvæma hóp sem treystir á Tryggingastofnun. Á árabilinu 2011 til 2013 var ávinningur af eftirlitinu á milli 80 til 130 milljónir króna á ári. Eftir útkomu skýrslunar og lagabreitinga með hertu eftirliti var ávinningurinn svipaður eða 102 milljónir 2014 og 114 milljónir 2015. Nú í tölum Tryggingastofnunar kemur fram að það liggi á bilinu 9 til 10 milljarðar í svikum í bótakerfunum. Örorkulífeyrisþegar eru langminnsti hópurinn og einhverra hluta vegna virðist það hafa bara verið trendið að klína þessum svikum á örorkulífeyrisþega og okkur hjá Öryrkjabandalaginu hefur náttúrulega fundist algjörlega óþolandi að það sé stöðugt talað bótasvik og örorkulífeyrisþega í sömu setningunni. Það er alltaf ákveðin vonbrigði þegar eftirlitsstofnunar hafa kannski ekki vandað jafn mikið og þær hefðu getað til sinna vinnu. En það breytir hins vegar ekki áhersluna sem ég hafði, mikilvæg þess að fólk fengi greitt rétt. En enga síður það var lagt upp með rangt viðmið og ofmat á tölunum eins og hefur sýnt sér núna. Voru það ekki mistök? Þegar við horfum á allar þær upphæðir sem eru að fara í gegnum Tryggingastofnun og við horfum á þá viðkvæmu einstaklinga sem eru að treysta á Tryggingastofnun, að þá að sjálfsögum mjög mikilvægt að einstök skemmd epli séu þá ekki að taka til sín meira en þeir eiga rétt á. Það er mjög bara vont að þessi þýðingavillur í þessu kerfi og við bara byggjumst velveringar á því, getum ekki annað. Skýrsla Ríkisendurskoðunar var til þess að Alþingi réðst í umfangsmiklar lagabreitingar sem fólu meðal annars í sér mun ríkari heimildir Tryggingastofnunar til eftirlits. Formaður Öryrkjabandalagsins segir að þetta meðal annars þessi skýrsla og framkvæmd Alþingis á tilmælum í skýrslunni hafi einfaldlega valdið öryrkjum bara sálarangist og þvælst fyrir í réttindabaráttu þeirra. Er ekki alveg óhætt að taka undir það með hvernig hér var talað til dæmis? Það er mjög leitt að heyra það vegna þess að mín áhersla hefur verið að þeir einstaklingar sem eru að skila réttum upplýsingum eiga þörf á aðstoð að við haldi áfram að bæta í hvað það varðar. Þú lítur ekki á það að þið hafi gert mistök hérna? Ég held að þarna sé bara verið að horfa til þess hvernig við getum tryggt sem réttastar greiðslur. Þannig að þú svarir spurninginu minn eiginlega á mistök eða ekki? Ég held að þessi Alþingi ákvað að gera þetta í samræmi við ábendingar sem kom frá Ríkisendurskoðun. Hvað þýðir það, já eða nei? Það þýðir einfaldlega að við þurfum að tryggja það, við getum bætt við frekari fjármunum þarna inn og að það sé mikilvægt að þær greiðslur sem fara þann út sé í samræmi við réttar upplýsingar.